það hérna sem sagt bók sem var að koma út sem þýðing á bók eftir Antoni Burgess, heitir Veldi hinna illu, þetta náttúrulega svakalegt titillinn í jólabókaflóðinu og þetta bók sem að fjallar svona upphafsár kristninnar og þýðandinn hingað kominn. Vertu velkominn. Já, takk. Helgi Ingólfsson fekk hérna söguefnið, þetta náttúrulega búið að vera að skrifa margar sögur þetta. Það alveg fjölmargar og hérna örugglega enginn sem hefur tölu á þeim, sérstaklega kannski fyrsta öldin eftir Krists burð. Og hérna þetta náttúrulega stórkostleg saga að því að þú ert með þarna lítinn söfnuð í Palestínu eða í Ísrael. Já. Í kringum einhvern mann og síðan einhvern veginn atvikast að þannig að þetta verður ótrúlega öflug trúarbrögð og þetta kviknar þarna á árunum á eftir að hann það ekki hægt að segja að Jesú hafi búið til kristnina, frekar að Páll Postuli hafi gert það. Nei, en þetta dálítið þannig að það sögumæður í bókinni og hann ekkert mjög trúaður á framtíð þessara trúarbragða. Og þetta var ekki ástæðu þessi upphafi kannski? Nei, og svo það líka annað að menn eru á fyrstu öld, þá voru þeir að bíða eftir endurkomu Krists og svo fengur þeir að bíða fram á aðra öld og þriðju öld og þá fyrir þetta að taka á sig eitthvað skipulag. Þannig að þetta svona laust í reipunum. En reyndar þessi saga, hún gerist á svo mörgum plönum, hún þvælist út allt Rómaveldi og það eru kannski 2 fastipunktar, annars vegar Róm og þá það hirð keisaranna, hún rekur hvern keisaran sem sagt á fætur öðrum, byrjar þarna á Tiberius og kemur Caligula og svo kemur Claudius og svo Nero og svo var eitt ár þar sem voru 4 keisarar röð, þar að segja Nero, Otto, Vitellius, Galba og Vespasianus sem að verður ofan á hann síðir og svo kemur Titus, sonur Vespasianus og svo kemur Domitianus. Þetta svona þula yfir keisarna sem hún nær yfir og þeim eru flest gerð mjög góð skil og svo það hipplanið aftur sem að í Palestínu og það sem að gerast þar í kjölfar þess að þessi spámaður eða hvað hann hefur verið krossfestur og menn ekki alveg með á hreinu svona hvernig þeir eigi að taka á þessu, sérstaklega ekki postularnir og þetta var hann ekkert mikið í að svara fólki hverja væri, það séður í biblíunni þar sem hann snýr út úr. Og virðist nákvæmlega svara bara út og suður, það hægt að túlka svöran seinlega á alla vegu, þannig séð. Og sögumaðurinn, hann segir eiginlega í upphafi að hann sé hrifinn af siðfræðinni en telja að guðfræðin sé bara gaga, hún sé bara tóm vitleysa sem að liggi þarna til grundvallar. En hún var ekki alveg orðin til þessi guðfræði þríeina guðinn og þá. Nei. Þetta bara hluti af gyðingdóm. Hún dálítið svona mótast, hún verður til dálítið í gegnum bókina, það til dæmis þegar að heilagur andi kemur yfir þá sem sagt á hvíta sunnu postulana sem sagt og sem sagt þeir að rífast það hvort þetta hafi verið dúfa eða fugl eða andi eða hvað þetta var sem að kom inn í þá. Þannig að það svona einhverjar hugmyndir sem að byrja að mótast og það einmitt farið dálítið djúpt í ræturnar þarna, svona fjallaðu það hvernig hugmyndirnar verða til, hugmyndir hinn þríeina Guð og þá sem sagt það ekki fjölgyðistrú, komið með þríeina Guð eða ætlar að vera eingyðistrúar annað borð og líka farið í sem sagt, pólitíska og trúarlega hópa í Palestínu á þessum tíma eins og Farísea, Essena, vandlætarana og fleiri hópa og þeirra baráttu innbyrðis afstöður til rómverskrar landstjórnar og svo tekst að fletta þetta allt saman þannig að það líka sögð persónleg saga, það sem sagt það varðsveitarforingi í Pretoríunni. Pretorían var lífvarðasveit keisarans
og sem sagt hann ungur og uppdiktur persóna. Uppdiktur persóna, en hann gerður skildur keisarunum, hann af júlíönsku ættinni svo kölluð, reyndar af sérstakri grein sem svona fjarskildeim, og sem sagt hann, af því að hann í kringum keisarana, þá getur hann upplifa voðalega margar hluti, til dæmis hérna kemur hann í tengslu við morði á Caligula þegar að því kemur, og verður síðan sérstakur sveitarfóringi fyrir Messalínu, ég veit nú ekki hvort þú kannist, kona Kládíusar sem var vergjörð mjög, þetta náttúrulega allt household name sem að þú ert bara að telja upp, það búið að búa til svo mikið efni þetta. Nákvæmlega, en reynda þegar Burgess gerir þetta, sko, þá nú ekkert mjög margt til viðmiðunar annað heldur en Robert Graves og hérna I Claudius og Claudius the God, það svona það sem hann alltaf tók þátt í því að svona kannski að móta þessar sögur inn í okkar menningu, því hann skrifaði ekki bara bækur þetta, hann skrifaði sko handrita sjónvarpsseríum sem að Jú, nákvæmlega og sem sagt hann gerir það eiginlega í réttri röð, þannig að hann byrjar eiginlega sko á hérna Mósi og síðan kemur sem sagt Kristur og síðan kemur útbreiðslan þessar kristnar, þannig að það svona sem alveg sér saga hvernig þetta gat orðið. Páll Postuli, hann höfundurinn að kristinni? Hann náttúrulega flytur það frá gyðingdómi, þannig að þetta sé ef við tölum þessu sölum hann að selja sko rómversku fólki þessi trúarbrögð, þá verður að koma því einhvern veginn út úr gyðingdómi. Samkvæmt þessari bók þá þetta upphaflega þannig að sem sagt postularnir túlka þetta þannig að þetta sé fyrir gyðingana eingöngu og svo kemur Páll til sögunar, að vísu gyðingur sjálfur en samt utanakomandi að því hann kemur frá Tarsus í Kílikíus í Litlu-Asíu og sem sagt einlega brýtur þetta upp með því að það megi boða öllum þjóðum sem sagt þetta sé ekki sérgyðingleg trúarbrögð og fer sínar frægu ferðir og þær eru raktar svona að hluta. Páll veigamikil persóna í þessu en samt erfitt að finna einhverja eina aðalpersónu. Nei, og hann notar uppstyktaða persónur til þess að tengja saman raunverulega atburði. Já, í raun og veru. Þetta auðvitað vel þekkt í bókmenntum. Þetta hefur auðvitað alltaf verið gert í svona bókmenntum og já, þannig að við getum veltið fyrir okkur Antoni Burgess hafi verið að gera þetta, en okkur þú að þýða þetta? Burgess hefur verið eftirlætis rithöfundur minn í mörg ár, einn reyndar af mörgum en ég tel hann sko illa kynntan af því að hann eiginlega þekktur bara fyrir eina nóvellu sem A Clockwork Orange og hérna Ég var hérna upp að segja að við ættum kannski að fjallum hana þar sem að hún fjallar að sömuleitu viðbröð við svona gengjum ungherra sem að allt í Reykjavík stendur fram yfir. Jú, það kannski verðugt efni út af fyrir sig sko. Og við getum ekki margt af því sem hann hefur gert því, hann var yfirleitt alltaf að fjalla eitthvað sem að var svona áriðandi. Já, hann óbóðslega sko móralskur rithöfundur og hérna hann kemur aldrei með patentlausnir en hann veltir fyrir sér stórum sko móralskum spurningum. Og ef við förum í A Clockwork Orange þá það auðvitað, sko þar heitir sögupersonan Alex og A neytandi forsketi og Lex eru lögin, hann gegn lögunum frá upphafi og en svo maður skoðar sko við hvaða kringustæður var Burgess að skrifa þá bók, það 1962 og hann var að fara til Sovjetríkjana, það opnaði svona smá gluggi fyrir heimsóknir til Sovjetríkjana, náttúrulega heimsækja þarna Leningrad sem var þá samt í Pétursborg í dag og hann þurfti að læra rússnesku, hann tilengaði sér alltaf, hann var gríðalegu málamaður, til dæmis þegar hann frétti það þegar hann var komin á gamals aldur, hann væri með krabbamein, þá ákvað hann að láta gamlan draum rætast og fór að læra japansku, það var svona dæmi gert fyrir hann að eltast við tungumál og þegar hann var að fara til Rússlands þá ákvað hann að læra rússnesku og hvaða leið var betri til þess önnur en svo að skrifa bók sem A Clockwork Orange sem skrifuð með svona rússnesku slangri. Þannig að þessi orð sem að koma sem eru mjög fræg eins og drúgs, það drúga, það hérna félagi eða vinur á rússnesku og eitt frægt orð sem komið úr A Clockwork Orange, það horrorshow
og það er Corrosio sem að þýðir gott eða sem sagt eitthvað sem bara frábært á rússnesku. Þannig að það svona, hann margir þekkja ekki, hann býr til tungumál sem að kalla natsat og hérna margir þekkja ekki þá sögu og hann notaði þetta fyrst og fremst til þess að reyna að búa til einhvern smá peningur. En hann merkilegur höfundur og merkilegur maður. Skrifaði Reiðina Býst. Af hverju valdur þessa bók? Þetta líklega annað mesta verkið hans. Hann skrifaði eina sem heitir Earthly Powers sem að kom út 1980, þessi kemur út 1985 og Earthly Powers eiginlega bara ofstórt verk til að ráðast á, en ég vildi sýna svona hina hliðina á Burgess. Hann var alveg gríðarlega fjölhæfur, hann byrjar ekki sem rithöfundu fyrir í kringum fertugt, þá byrjar hann að skrifa sína bækur og hérna hann lét sig alltaf dreyma það að verða tónskáld og hann samdi 3 symfóníur og 250 tónverk og þar fram eftir göttunum og svo afkastar hann alveg Reiðina Býst af bókmentum og þar á meðal doðröndum á borð við þennan, þessir 600 blaðsíður í íslensku útgáfinni og sko hann fór að skrifa af nauðsinn árið 1960, þá var hann 43 ára gamall og hann fekk eiginlega úrskurð það að hann væri með heilaæxli og hann vissi ekkert hvernig hann átti að sjá fyrir konunni sinni og hann fekk þessa hugmynd að fara að skrifa bækur, hann hafði eitthvað dútlað við þetta áður og hann skrifaði á einu ári 5 bækur og svo kom á daginn að þessi úrskurður var tóm steypa en hann var kominn sem sagt þá á þessa braut og hann skrifaði svo marga bækur hann þurfti að skrifa undir dulnefnum leið, svo var hann að gagnrýna bækur líka og lendi því að gagnrýna bók eftir sjálfan sig sem sagt undir dulnefni og það komst upp og hérna lendi í því? Já, hann tók það að sér hann lýsir svo öllu, hann skrifaði sjálfsævisögu í 2 bindum sérstaklega fyrirhlutinn frægur heitir Little Wilson and Big God af því að hann hét Wilson í raun og veru hans raunverulega nafn var John Burgess Wilson en af því hann var sko hann starfaði sem kennari í utanríkisþjónustu Breta og það þótti ekki samræmast alveg að þeir væri að fást við ritstörf þannig að þurfti að taka sér höfundanafn og já en allavega mér þykir hann einn af svona merkilegri höfundum og ekki bara höfundum heldur líka menningarvitum það að segja sko menningarlega Þú með skemmtilegan haus Þú veist að vera með skemmtilegan haus hvernig hann horfir á heiminn og hvernig hann metur hann og stundu sagt að lesa bókar eins og fá að skipta haus í smá stund og fá hann haus þannig að þú mælir með því að fólk setja hausinn á honum á sig Já, ég mæli með Burgess við allar kringumstæður betri bókunum hans, því hann reyndar feikilega mistækur en hann, þetta nú bara hendir menn sem að þurfa að skrifa 5 bækur á ári Já, reyndar skrifa nú ekki alla æfina 5 bækur á ári en samt sem áður að þá, sko, þegar upp staðið þá eru afköstin alveg gríðarlega mikil sem sagt, og það sem að liggur hérna eftir hann, en það sem vil nefna í svona menningarlegu samhengi, hann verður svo mikil hérna menningarviti þegar að var gerð hérna leitin að eldinum, svo fræga bíómynd sem að hvað hétt hann áttur, Jean-Jacques Annaud gerði franski og já, franski og hérna átti ekki að flytja hérna saga fyrir tíma tungumálsins já, nákvæmlega, en reyndar ekki fyrir tíma tungumálsins því að Burgess var fenginn til þess að búa til tungumálið í þá hérna bíómynd og sem gaggrínandi sko menn þakka því til dæmis að sá sem skrifaði A Confederacy of Dunces, John Kennedy Toole að hann skildi ná í gegn, hann var reynda búin að svifta sér lífi, hafði aldrei fengið þessa bók úr gefna og svo verður hún ein af áhrifameiri bókum 20. aldar honum líka eignaður ferill Umberto Eco að hluta til, það að segja þegar nafn Rósarinnar kemur út að þá hann einna fyrstur til að lofa hana Burgess bjó á Ítalíu, hann bjó svo víða, hann svona þvældist hann var eldur af skattyfirvöldum rakinn frá Bretlandi, fór þá til Möltu, síðan til Ítalíu, síðan til Mónakó, síðan til Frakland, síðan til Sviss, hann bjó öllu sem stöðum og kunni sæga af tungumálum. Þú sagðir að hérna, þú vildir að fólk svona kynntist honum og eins og væri svona ósáttur við svona stöðu hans í bókmenntasögunni. Já, í sjálfu sér ekki bara... Þeir eru nokkuð svona kallar sem að gera á mikið og skipta sér að mörgu sem er svona erfitt að eitthvað neina að setja á okkur hillu og flokka með öðrum. Burgess það alveg hérna tvímælaust sko og það dálítið erfitt að hérna flokkan hann er svo
Hann svo sterkur einstaklingshyggjumæður að mörgu leyti en hann leið sko með svo breiðan móralskan boðskap en hann dálítið á þessari línu aldrei taka mark á stjórnvöld sem sagt eru þvingandi en leið sem sagt verið góð hvert við annað sem sagt hann segir einhvers staðar í þessari bók að það er þessi tvennt sem þessi virði að lifa fyrir, það æskan og umburðarlyndið og það svona Hann hefur ekki trúið því að svona það sé þetta geyma kærleikan í svona struktúr stjórnvalda og trúarbragða. Það sé kærleikurinn rúmist bara í mannshjartanu. Máli það að trúarbröðin dálítið upp á móti stjórnvöldum í þessari bók. Það að segja að við höfum sko hinn hefðbundnu rómversku trúarbröð og sem að sko Caligula fer með alveg út fyrir öll endimörk þegar hann fer að láta höggva hausa af styttum í Róm og setja sitt eigið höfuð á í staðinn og alveg sama hvort þetta séu guðir eða gyðjur, hvort það sé sem sagt sjálfur Júpíter eða hvort þetta sé Venus, það settur haus af Caligula og þessu og svona þetta dálítið hæðni gagnvart á rómverskum trúarbröðum en sko kristnin eiginlega uppreisna trúin á þessum ekki endilega bara á þessum tíma hún en hún subversiv hún grefur undan sem sagt ráðandi Ríki mitt ekki að þessum heimi, sagðan Já, jú, og það eiginlega hann hafnar struktúr og valdi þeirra sem að skreita sig með því Já, vissulega sko. En það auðvitað þetta að það hægt að túlka á svo marga vegur. Svo kemur sko Páll postuli dálítið eins og skrattin úr sauðarlegnum sko með sína útlagningu á þessu að því að hún gengur svo þvert á útlagningu hinna postulana. En svo það líka sko að allt þetta gert í þessari bók innan hins bókmenntalega ramma. Við fáum tilfinningu fyrir öllum persónum, þeim eru gefin karaktereinkenni og svona persóneinkenni. Þannig að þetta sko litteratúr á mjög svona breiðum basis. Og listilega að mínu viti alveg listilega vel gert. Þú hefur spreyttið á því að búa til sögulegar skáldsögur? Já, eitthvað hefur gert að því. Já. Og finnst þér hann vera fyrirmynd? Eða svona Já, sko hann einn af mjög nánum vinum Burgess var Gore Vidal og hann til dæmis hefur skrifað margar Hann svona svipaðu gaur, það er ekki hægt að setja inn í heillu Nákvæmlega, það eiginlega það sem að sko, og skrifuðu hvoru sitt gott bókasafnið hvor fyrir sig skrifar sitt gott bókasafnið mikið rétt og svo voru þeir í því að mæra hvor annan sko að sem sagt en já, ég veit ekki hvað skal segja Gore Vidal, hann reyndi líka svolítið að hann var að skrifa söguna alveg, skrifaði langar sögulegar skáldsögur Já, og tók það bara systematíst sko Já, ég veit ekki hversu systematíst að því að hann fer sko sumt á sig bandarísk saga, hann skrifar Lincoln og svo skrifar hann Persaveldi, eitthvað sem að gera sko daga Dariusar minni mig Persakonungs kringu 490 að því að innrásinn semst í Grikkland kemur þar inn í bók sem heitir Creation á ensku, stóra mikil og svo skrifaði hann Julianus sem var síðrómversku keisari sem að vildi hverfa þegar kristni var búin að sigra þá vildi hann hverfa aftur til heiðina trúarbragða en Gore Vidal sem sagt þeir voru Þetta hefur hún líka? Já, að ákveðnu markin, hann jafn mistækur og Burgess, það að segja sko þessi Creation bók, hún til dæmis alveg frábær, en svo skrifa hann líka bók Pál Postula sem alveg hræðileg og Gore Vidal var samkynhneigður og hann svona gerir Páli Postula það upp í þeirri bók og Gekk ekki upp, Gekk ekki upp, nei. En þessi menn hafa báðir svona, þetta ekki ögnakallar svona bókmennta elitunar? Sko, þeir voru það í kringum 1980 og svo einhvern veginn hafa þetta aldrei fallið í gleymsku. Ég segi kannski ekki fallið í gleymsku en þeir hafa mist status, algvímalust og kannski óverðskulda. Það að segja, sko, það mætti halda nafnið þeirra meira á lofti og sérstaklega finnst með Burgess með hann mikils. Þetta eru skemmtilegir höfundar. Skemmtilegir höfundar, þetta bara bráð skemmtilegt, þetta bara sko rosalega gaman að lesta og fræðandi og hugvekjandi. Svo þetta bókmenntagrein að skrifa frumkristnina. Þetta næstu því svo svona bara mafíubækurnar eða
vestrarnir, þetta eiginlega næstu í bókmyndagrein. Já, algjörlega. Þannig og reynda að fólk mun þekkja sem að hefur lesið eitthvað, mun þekkja náttúrulega þekkja sér til í bókinni. Já, það hefur alltaf ákveðin grunn með að það kemur úr kristnu samfélagi, sko. En sko þessi fer svo miklu dýpra í ræturnar, sko, að hérna þannig að maður að fræðast svo mikið í gegnum bókina meðan hún semst leið hún lesin. Herru, gaman að tala við þig. Já, takk sem les. Bókin heitir Veldi hinna illu og fæst í öllum betri bókabúðum, eins og sagt. Þá rauðaborðið búið í kvöld. Þakka gestum mínu fyrir að koma hérna, ykkur fyrir að hlusta og framöndan bara helgi, en ég ætla að segja góð helgi. Það getur vel verið að við skjótum inn helgispjalli á morgun. Sjáum til. En takk fyrir í dag og góða nótt.